Framsóknarflokkurinn mælist í fyrsta sinn utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Einungis 5 flokkar næðu inn manni yrði gengið til kosninga nú. Fyrsta mannaða tunglferðin í yfir hálfa öld hófst í gærkvöld þegar geimfarinu Orion var skotið á loft. 400.000 manns fylgdust með. Flogið verður lengra en nokkuð mannað geimfar í sögunni. And lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hert enn frekar aðgengi landsmanna að netinu og ætla að velja sérstaklega þær vefsíður sem verða alltaf aðgengilegar. Til greina kemur að loka gistiskýlum á vegum Reykjavíkurborgar því ásókn hefur minnkað. Deildarstjóri segir betra aðgengi að varanlegu húsnæði og samþættingu þjónustu skila sér. Komiði sæl. Framsóknarflokkurinn fengi engan mann kjörinn á Alþingi ef gengið yrði til kosninga nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Í fyrsta sinn frá 2009 næðu einungis 5 flokkar inn manni og 14% atkvæða dyttu niður dauð sem jafngildir 9 þingsætum. Spurt var, ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk myndir þú kjósa? Samfylkingin mælist stærst með 30% fylgi. Miðflokkurinn er með næstmest fylgi eða tæplega 21%. Þar á eftir kemur Sjálfstæðisflokkurinn með tæp 20%, svo Viðreisn með 10%, Flokkur fólksins fengi tæp 6% og Framsóknarflokkurinn tæp 5%. Vinstri græn mælast með rúm 4%. Aðrir flokkar mælast undir 3%. Næstum 7% myndu skila auðu eða ekki kjósa og rösklega 13% taka ekki afstöðu. Í fyrsta sinn í 17 ár væru einungis 5 flokkar á þingi miðað við niðurstöður könnunarinnar. Atkvæði 14% kjósenda féllu niður dauð en flokkur með sama fylgi fengi 9 þingmenn kjörna. Fylgi Framsóknarflokksins minnkar nær 2% stig milli kannana en þetta er í fyrsta sinn sem flokkurinn mælist utan þings. Miðað við könnunina fengi flokkurinn ekki heldur kjördæmakjörna þingmenn. Ríflega 50% þeirra sem taka afstöðu styðja ríkisstjórnina. Velkomin Eiríkur Bergmann. Þetta getur nú varla talist gleðitíðindi fyrir Framsóknarflokkinn sem eru nýbúin að velja sér nýjan formann. Hvað útskýrir þetta fylgistap að þínu mati? Já, Framsóknarflokkurinn er bara í algjöru úlfakreppu og það blasir algjörlega við og formannsskiptin hafa engu breytt hvað það varðar. Það eru þetta formaður utan þings sem er í erfiðri stöðu. Framsóknarflokkurinn féll bara verulega í seinustu ríkisstjórn og hélst þó inn á þingið en Vinstri grænir fóru út og bara næri ekki máli og svo er náttúrulega ris Miðflokksins. Það hefur tekið töluvert mikið þetta rými sem Framsóknarflokkurinn hafði áður. Einmitt. Og þeir eru í uppsveiflu en þetta er þá sögulegt, ég meina ef þetta myndi á endanum fara svona? Já, það er næstum því óhugsandi fyrir íslensk flokkakerfi að Framsóknarflokkurinn kveðji er svona algjör burðaflokkur í íslensku stjórnmálum verið í ríkisstjórnum í gegnum alla tíð en þetta er þó þróun sem er svona byrjuð að verða í þess átt að svona kjarnaflokkurinn, svona svo kallaði fjórflokkur, hann fyrir að kvarnast úr honum, Vinstri grænir fóru á þingi seinast og einhver hefði talið það næsta óhugsandi og Framsóknarflokkurinn getur farið sömu leið, þannig að það er augljós breyting. Já, og einmitt, samkvæmt þessum niðurstöðum þá er þetta í fyrsta sinn í 17 ár sem bara 5 flokkar kæmust inn á þing. Já. Og ég meina, þú ert á því að þetta flokkalandslag er mögulega eitthvað að breytast hérna hjá okkur, eða hvað? Jú, við byggum við alveg óbærslega svona stöðugt flokkakerfi hér á 20. öldinni og fram á þessa öld. Þetta fer síðan alltaf riðlast svona í kringum hrunið, má segja, og sérstaklega með bara fjölgun flokka, klofningur, við erum með Viðreisn sem kemur út úr Sjálfstæðisflokknum, við erum með Miðflokkinn og allt þetta og þetta var gríðarleg fjölgun en þá er kannski svona, þá erum við aðeins að fara tilbaka aftur samkvæmt þessum könnunum en það eru þó flokkar að mælast þannig bara rétt undir þröskuldi sem að þannig að þeir verða ekkert endilega, þeim fækkar ekki endilega. Einmitt. Ef við höldum að vera í könnunina, samkvæmt henni er Samfylkingin eini ríkisstjórnarflokkurinn sem bæti við sig fylgi. Já. Hvað útskýrir það að þínum að þeir gerir það en samstarfsflokkarnir tapa fylgi? Maður klórar sér aðeins í kollinum yfir því, en við kynna það. Ég átti von á því að Samfylkingin myndi hugsanlega falla.
Samfylkingin byrjaði hún ríkur upp í fylgi eftir kosningarnar og svona einhvern veginn ríkisstjórnarforystan, þetta fer allt dálítið á Samfylkinguna, en svo hefur fylgi verið að trappast niður og maður átti vonaði það myndi halda áfram að trappast niður, sérstaklega vegna þess að þeir hafa fengið erfiðar svona fréttir í efnahagsmálum, verðbólga og vextir að fara í þveröfuga átt með það sem Samfylkingin hefur verið að segja, en núna bara hækkar flokkurinn, kemur aðeins á óvart. Það reyndar nýlega önnur könnun frá Maskinu sem sýnir ekki þá þróun, þannig að hvað rétt vitum við ekki nákvæmlega, en kostnaðurinn við ríkisstjórnina, hann fellur á samstarfsflokkana. Flokkur fólksins hefur mist nálega 2/3 af sínu fylgi frá kosningum og það nú ekkert spotteri og Viðreisn hefur mist 1/3 af sínu fylgi, þannig að kostnaðurinn kemur þar niður, en þetta nú eftir að svona gerjast aðeins betur Takk hérlega fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Og við ætlum að halda út í geim. Mannað geimfar á leiðinni til tunglsins í fyrsta sinn í yfir hálfa öld. Ekki verður lent á tunglinu í þetta sinn, heldur flogið umhverfis það og þar með ferðast lengra frá jörðu en nokkuð mannað geimfar hefur farið. This is Jeremy. We are going for all humanity. Godspeed, Artemis 2. Let's go. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Geimfarinu Orion var skotið á loft frá Kennedy geimferðastöðinni í Flórida í gærkvöld. 400.000 manns komu þar saman til þess að sjá geimskotið með berum augum. I was awestruck. I actually shed tears. You know, the fact that we can do that, put 4 humans on that rocket and shoot them up to the moon, it's pretty amazing. Þetta söguleg ferð að mörgu leyti, en þetta fyrsta mannaða tunglförin í yfir 50 ár og í fyrsta sinn sem áhöfnin ekki eingöngu skipuð hvítum bandarískum karlmönnum. Borð eru geimfararnir Reed Wiseman, Victor Glover og Christina Koch frá Bandaríkjunum og Jeremy Hansen frá Kanada. Áætlað að ferðin taki 10 daga. Fyrst fer geimfarið á sporbaug jörðu en síðan stefnan tekin á tunglið. Geimfararnir lenda þó ekki á tunglinu heldur fljúga í kringum það. Þá sér áhöfnin hina myrku hlið tunglsins með berum augum. Orion fer lengra frá jörðinni en nokkuð annað mannað geimfar í sögunni, alls 405.000 kílómetra. Tíma var útlit fyrir að geimskotinu yrði frestað vegna tæknilegra örðugleika. I guess I'm just really excited that we're going back to the moon. Yeah. And that's just a really big thing. Like, this is history tonight, and I'm just got to be a part of it. What are you looking forward to if this happens today? The same thing. Yeah, you like that? Geimfarið fór svo á loft á 11. tímanum og allt virðist ganga að óskum. Líkt og aðrir tunglfarar í gegnum tíðina æfðu geimfararnir sig meðal annars á Íslandi í Holuhrauni norðan Vatnajökuls. Þau fengu meðal annars þjálfun í að taka jarðefnasýni en eflaust við önnur veðurskilyrði en á tunglinu. Ferðin hluti af stórtækri áætlun NASA. Markmiðið að lenda á tunglinu innan 2 ára eða snemma árs 2028 og seinna sama ára hefja framkvæmdir við að koma upp varanlegri bækistöð á tunglinu. Stefnt á árleg ferðalög til tunglsins eftir það og að leggja grunn að frekari landvinningum í sólkerfinu, meðal annars mannaðri ferð til Mars. Ari Kristinn Jónsson starfaði sem vísindamaður og stjórnandi hjá NASA 10 ára skeið þar sem hann leiddi þróun gervigreindatækni fyrir stjórnun geimferða. Hann fylgdist með geimskotinu heima úr stofu í gær. Það var dásamleg tilfinning en ég verði að játa að hún var svolítið taugastrekkjandi líka. Það fátt sem við mannkyni gerum sem jafn flókið og erfitt eins og að koma fólki út fyrir gufuhvolf jarðar. Og það má ekkert bregðast, það þurfa allir hlutir að virka 100% til að geimskotið heppnist og það gerist í gær. Eru þetta raunhæf markmið sem að NASA að setja sér núna fyrir næstu árin? Við skulum segja það að lenda fólki á tunglinu aftur árið 2028 er aðeins bjartsýnt í mínum huga. Þetta svo flókið verkefni en það verður ekkert
mörg ár til viðbótar sem muni líða þangað til við höfum aftur fólk á tunglinu á yfirborði tunglsins. Tæknilega séð síðan allt gerlegt sem rætt hefur verið það bara tekur tíma að þróa það og koma það í framkvæmd og hvort það verður 2030 eitthvað eða 2040 þar sem verðum komið með bækistöð á tunglinu þar sem fólk getur verið. Ég held að það muni raungerast. Og svo svona stefnan tekin á Mars eftir það. Það líka raunhæf markmið? Það algjörlega raunhæft markmið og þetta mjög skynsamleg leið til að nálgast að viðfangsefni að senda fólk til Mars að nota tunglið sem bækistöð. Donald Trump Bandaríkjaforseti vék í dag Pam Bondi dómsmálaráðherra úr embætti. Vaxandi óánægja hefur verið með störf hennar innan Trump-stjórnarinnar, meðal annars vegna skjala í Epstein-málinu. Þá Trump sagður hafa verið ósáttur við seinagang Bondi við að sækja andstæðinga hans til saka. Todd Blanche, sem gegnt hefur embætti varadómsmálaráðherra og verið lögmaður Trumps, verður starfandi dómsmálaráðherra. Stjórnvöld í Rússlandi trufla netsamband víðsvegar landið og segja það gert í nafni þjóðaröryggis. Truflanirnar hafa mikil áhrif á daglegt líf almennings. Очень сильно, очень плохо, ничего не ловит. Ничего не вызвать такси, не пообщаться с коллегами на работе, не отправить там отчет какие-то. Кошмар. Það hafa verið tilviljanakenndar truflanir á neti víða Rússland síðustu ár, en síðustu 4 vikur hefur einnig verið stopult netsamband í Moskvu. Yfirvöld segja þetta gert til að tryggja öryggi, berjast gegn netsvindli og trufla drónaárásir frá Úkraínu. Sérfræðingar telja þó að mögulega sé verið að prófa að rjúfa netsamband ef grípa þyrfti til þess kæmi til óerða líkt og í Íran fyrr á árinu. Varaformaður upplýsingastefnu nefndar Dúmunnar segir næst á dagskrá að gera lista yfir leyfilegar vefsíður svo sem hjá bönkum, ríkistofnunum og skólum. То есть весь защищенный контур, который не будет отключаться в случае каких-то процессов, связанных с обеспечением антитеррористической опасности или каких-то там борьбы с вбросами. То есть это мы... У меня вся работа связана с мессенджерами полностью, ничего не работает, поэтому остается только надеяться на лучшее. Проблемы с такси катастрофические. И, соответственно, блокировка Телеграма очень сильно сыграла негативно. Lokað hefur verið fyrir aðgangað vefsíðum fjölda fjölmiðla í Rússlandi síðustu ár og líka samfélagsmiðlum eins og Facebook og Instagram. Telegram vinsalasti samfélagsmiðlinn í Rússlandi og hefur aðgengi að honum verið stopult að undanförnu. Stjórnvöld saka fyrirtækið að hafa ekki fjarlægt efni sem þau skilgreina sem hvatningu til ofstækis og hryðjuverka. Og þrýst hefur verið á fólk að fá sér appið Max sem á vegum ríkisins og vettvangur fyrir ýmsa þjónustu og skilaboð. Таким же, как у Северной Кореи. Margir hafa nýtt sér VPN-tengingu til að fá aðgangað efni sem stjórnvöld hafa bannað. En núna ætla stjórnvöld líka að skera upp herör gegn þess konar tengingum. Ásókn í neyðarskýli á vegum Reykjavíkurborgar hefur minnkað undanfarið ár. Deildarstjóri segir það sýna árangurinn að breyttri stefnu í málefnum heimilislausra. Til skoðunar að loka rýmunum. Við erum að grípa fólk fyrr og hefja ferli inn í þjónustu hvort sem það með húsnæðisumsóknum eða að finna önnur úrræði sem að henta einstaklingum og síðan höfum við bara verið að byggja upp húsnæði hjá okkur svo samkvæmt bara aðgerðaáætlun okkar og það að skila þessum árangri. 81 gisti í neyðarskýlum borgarinnar í janúar og febrúar í ár, en rúmlega 100 á sama tíma í fyrra. Borgin rekur 3 neyðarskýli fyrir heimilislausa sem eru opin frá 5 síðdegis til 10 næsta morgun. Innan 3 daga þegar fólk hefur nýtingu í neyðarskýli þá erum við að leggja áherslu á að fólk sé búið að hitta sinn félagsráðgjafa eða eigi bókaðan tíma, sé með ykkur að virka húsnæðisumsókna vinnslu og bara ítrekun á því að þetta neyðarúrræði. Félags- og húsnæðismálaráðherra kynnti stefnu í málefnum heimilislausra í febrúar. Hún fylgir hugmyndafræðinni húsnæði fyrst sem hefur virkað vel erlendis. Breytt stefna Reykjavíkurborgar byggir einnig á þeirri hugmyndafræði. Hvað það fleira sem þarf að koma til heldur en húsnæði til að útrýma heimilisleysi?
Þetta auðvitað, það þarf að vera stefna. Við sjáum það bara hjá Reykjavíkurborg að stefnan hjá okkur að skila þessum árangri núna. Svo það gleður okkur mjög mikið að ríkið sé að stíga þetta fyrsta skref í átt að því. Það þarf að vera aðgengi að húsnæði og það þarf að vera fjölbreyttur stuðningur sem er fólginn líka í því þegar að fólk komið inn í húsnæði og þar skiptir líka samþætting miklu máli, hvort sem það félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta, félagasamtök. Við þurfum öll að standa saman til þess að bæta lífsgæði einstaklinga. Ofanflóðavarnir við Flateyri sem reistar voru síðasta sumar vörðu bæinn frá snjóflóði í síðustu helgi. Nú stendur til að verja höfnina til að tryggja örugga undankomuleið þegar hætta steðjar að. Viðbótarvarnir vegna ofanflóða fyrir ofan Flateyri sönnuðu gildi sitt núna fyrir nokkrum dögum þegar snjóflóð fell á keilurnar sem reistar voru síðasta sumar. Mér sýnist að þessar varnir séu að virka. Það kom ekki stórt flóð en ekki stærsta flóð en þær allavega sönnuðu tilganginn og stoppuðu megnir af því. Ráðist var í gerð viðbótarvarna eftir snjóflóðið sem féll á bæinn 2020. Jón bendir á að þeir varnir sem þá voru til staðar hafi verndað megnið af þorpinu. Hins vegar fór iðufaldur flóðsins yfir garðinn með alvarlegum afleiðingum. Við vorum svo sem heppin í því tilfelli að við náðum að bjarga þessari stúlku sem festist þar inni. Keilunum sem reistar voru hérna í hlíðinni síðasta sumar ætlað að brjóta upp kraftin í snjóflóðunum þegar það rennur úr giljónum hérna fyrir ofan bæinn. Það eftir talsvert mikið í viðbót á eftir að verja hitt gilið og það eftir að klára hér nokkra keilur í innra bæjargili líka. Jón segir gott að vita af vörnum sem þegar eru komnar. Mikilvægt sé að nú standi til að verja höfnina. Af því að í vondum veðrum og miklum snjóum, ströndin lokuð, þá höfnin lífæðin. Flateyrarvegi hefur verið lokað nokkrum sinnum vegna snjóflóðahættu síðustu vikur. Þá engin leið fær úr bænum nema sjóleiðis. Já, þá komumst við ekkert, þá allt lokað og við höfum þurft að fara með sjúklinga á bátum. Þörfin einna brýnust þegar snjóflóðahætta ógnar bænum. Þegar flóðið féll í höfnina 2020 voru Flateyringar algjörlega inni lokaðir. Þegar seinna flóðið fellur, ef stúlkan hefði verið mikið slösuð, þá hefðum við ekki komið inn frá okkur því að það var allt farið í höfninni. Það voru engir bátar og það var ekkert eftir. Hinn 83 ára Henry Su hefur æft kung fu í næstum 70 ár og hefur nú hlotið hinn æðsta heiður. Hann segir greinina snúast svo miklu meira en bardagalistir. 10. stigs stórmeistari, það æðsti heiðurinn sem hægt að hljóta í kung fu. Henry Su byrjaði að æfa kung fu þegar hann fluttist til Ástralíu kringum 1950 og þá notaði hann það til þess að svara fyrir sig. Because of the white Australian policy, that almost fighting every Friday, Saturday and Sunday. And that's why I say I need to learn how to fight. En Su segir kung fu vera miklu meira en bara bardagalistir. Það snúist einnig að hvetja fólk til þess að feta rétta braut í lífinu. Learn to be kind, forgiving and courageous people. The last thing is learn kung fu. We teach them a philosophy of life before they learn kung fu. We're very, very proud of Grandmaster Henry Su, my Sifu, and our Chinese Kung Fu Academy organisation is celebrating this historic event. Og þá að veðri. Austan 8 til 15 á norðaustur og austurlandi á morgun með snjókomu en slyddu við ströndina austast. Yfirleitt hægari annars staðar og stöku él suðvestan til en lengst af þurrt norðvestanlands. Hiti að 4 stigum en vægt frost inn til landsins. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum þar sem veðrið kemur reyndar aðeins við sögu líka. Hætta þurfti leik Breiðabliks og FH í meistarakeppni kvenna í fótbolta vegna snjókomu og leik frestað til morguns. Í bikarkeppni karla í fótbolta tókst Fylki að skora mörk í sittvoru sveitarfélaginu í sama leiknum gegn KFA í dag. Árni Gautur Arason, fyrrverandi landsliðsmarkvörður í fótbolta, var heiðraður af Rosenborg í Noregi síðustu helgi. Og það sauð allt upp úr í körfuboltaleik Grindavíkur og Njarðvíkur. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að Framsóknarflokkurinn mælist í fyrsta sinn utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Einungis 5 flokkar næðu inn manni yrði gengið til kosninga nú. Fyrsta mannaða tunglferðinni yfir hálfa öld hófst í gærkvöld þegar geimfarinu Orion var skotið á loft. 400.000 manns fylgdust með. Flogið verður lengra en nokkuð mannað geimfar í sögunni. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Til greina kemur að loka gistiskýlum á vegum Reykjavíkurborgar því ásókn hefur minnkað. Deildarstjóri segir betra aðgengi að varanlegu húsnæði og samþættingu þjónustu skila sér. Þá þessum fréttatíma að ljúka á skírdag. Við stöndum vaktina á ruv.is alla páskahelgina og verðum hér á sama stað klukkan 19 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl og njótið kvöldsins.